Góða kvöldið og verið velkomin í, já, þið sjáu rétt, almenna bikarinn í Valorant. Fyrsta tilkynning þessa streymis að opna Valorant núna orðin partur af mótaröðum Rísi, Rafíþrótta Samtök Íslands, og því orðin almenni bikarinn í Valorant, svipað eins og almenni bikarinn í Overwatch. Og mér skilst að það eigi núna að taka stefnuna á að hafa fleiri almennabikara í ýmsum öðrum leikjum. Ótrúlega spennandi. Ég heiti Melsteð og er með ykkur í kvöld. Og ég ætla að kannski byrja svona second order of business, kannski líka beðast afsökunar hvað var lengi að setja streymi í loftið, og það vegna þess að Twitch eitthvað illa við orðið drottningar, þess vegna titillinn á streyminu svona bjagaði líka. Svona in hindsight þá hefði ég kannski getað snúið nöfnuna bara við og þá hefði þetta kannski reddast, en svona verður þetta í bili og við rúllum bara af stað. Sé að það einhver spurning í chatinu. Er þetta live leikur? Nei. Það hefur ekki tekist að manna alveg nógu vel, þannig að við erum bara ekki með svona, hvernig er þetta að segja, production capability til þess að streyma live leikjum, þannig að leikirnir eru teknir upp og streymt setna. En allavega það svo sem lítið annað að ræða, nema bara kannski það eru bara ein viðureign í kvöld, 2 leikir, þannig að þetta verður bara svona stutt og laggott hjá okkur. Það eru drottningar gegn Lind, samt sem áður æsi spennandi. Við erum að sjá svolítið mikið af Lind á mótinu, þeir eru búin að vera að taka svona fyrstu leikina og þú veist, og við sáum drottningar núna í seinustu viku, sáum bæði lið spila gegn Kutum í seinustu viku og það var ótrúlega skemmtilegt að sjá Lind og drottningar spila gegn Kutum í sömu möppunum, en báða viðureignir. Það var Heaven og Bind á bæði lið og Kuta tóku báða viðureignir. Það var svolítið skemmtilegt að sjá hversu vel Lind og drottningar stóðu sig gegn þeim, svona þegar maður sá að þetta var búið og Kutar höfðu unnið. Og ef ég á að vera svona brutally honest, þá myndi ég bara segja að Lind hafi verið að standa sig betur. Svona ef ég bara hreinskilin og segi þetta í fáum orðum. Lind stóði sig betur, þannig að það verður ótrúlega gaman að sjá hvernig Lind og drottningar standa sig í kvöld. Og að því sögðu þá held ég að við keyrum bara af stað í fyrsta leik, sem að Jáhá. Þið sjáu rétt, nei, þetta, þarna, náðu að bjarga sig, en þið sjáu rétt, það Breeze, ótrúlega skemmtilegt, þannig að við erum að sjá Breeze í fyrsta skipti á mótinu, og já, ég var bara virkilega feginn að sjá eitthvað nýtt map, persónulega. Og það ekki verra að sé Breeze. Við höfum reyndar ekki ennþá séð Split og Icebox í efri deild. En hvað með það? Fengu Breeze. Allir ánægðir, allt að gerast. Eitthvað annað en Ascent, Heaven og Bind. Mér svo ótrúlega mikið að Bind. Choose your agent. En kíkjum þá á line-upinn. Lind eru í Defenders. Við sjáum að Benino aftur á Sky. Ég talaði eitthvað þetta í seinustu viku, að mér þótt svolítið skrítið að Benino væri á Sky, en þetta greinilega eitthvað sem Lind ætla að reyna að láta virka. Þannig sjáum hvernig það gengur í kvöld. Sjáum að drottningar Agnar á Viper. Ég held að ég hafi nú yfirleitt séð hann á Jet, eða minnstakosti Duelist. SLS reyna, við byggum svo sem alveg því, Ibsen á Killjoy, það svo sem ekkert óverulegt, en síðan eru þeir að poppa út Ace á Sova og Rottukong á Breach.
og ég bara farin að halda að drottningar gætu verið með svona, þeir eru annarkvort óákveðnasta liðið í mótinu eða þá most versatile line-up eða fyrir eftir hvernig maður horfir á þetta þú veist, þeir eru, ég held að þeir séu búin að spila flesta agenta hinga til og líka búin að vera duglegastir að láta mismunandi spilara í liðinu á mismunandi agenta, þannig að mjög skemmtilegt að sjá það. Ég hef sett sem sagt þannig mynd fyrir spjallið til þess að spjallið sé ekki að trufla okkur í útsendingu, en ég ætla samt bara að segja ykkur hvað er í gangi og hérna er það að annað liðið var að biðja technical pause og reglunar gera þannig séð ekki ráð fyrir technical pause, þannig að það verður timeout eftir smástund eins og ég sáu þarna, spoiler alertið aðan. En allavega, leikurinn byrjar, förum yfir leikinn. SLS, góða, já, hann tók hann einn í túb, kemur inn út hurð og það er greinilega eitthvað, þau gengur eitthvað illar í porto þegar hann kemur bara í baki á þeim og á tveimanna og þeir búast ekkert við honum. En Benino nærinn að treyta SLS, en setur einn eftir að Rottukongur nær Barella og Rottukongur bara keyrir í hann með klassiska right-klikkinu, hoppandi right-klikkið, alveg deadly up close. Þarna byrjar timeouti, þannig að full disclosure, VFCT qualifierarnir voru að byrja í gær, held ég, og hérna í þeim er gert ráð fyrir technical pause, einhverjum reyndar alveg heilum 10 mínútum eða eitthvað á hvort lið, svolítið langt að mínum mati, en mér finnst líklegt að það verði til þess að regluna verði eitthvað útfærar þannig að það sé kannski hægt að pása í kannski svona 1-2 mínútur út af technical pause. Skoðum það, en þangað til þá er bara svona, verður maður bara að grípa í timeouti, eitthvað sem að liður kannski ekki búin að vera alveg nógu duglega að gera, held alveg örugglega leynd hafi verið fyrstir að grípa í timeoutið gegn kutum á Bind. Við hrósaði mikið fyrir það. Við skulum sjá hvort að liðin verði duglega að nýta sér timeoutið í þetta sinn. Já, það gerðist eitthvað funky hérna í smá stund, þannig að timeoutið lengdist 10 sekundur, en það ætti að detta allt í gang núna bara eftir örfáar sekundur. Þarna komum við á stað og þá er það bara að sjá hvort að leynd forsi eða hvort að drottninga keri eitthvað heavy equipment. Já, við sjáum hana SLS fer beint í Vandalinn, 2 Bulldogs, já, þeir eru feeling fresh. Herru, SLS var sko ekki bara Vandal, heldur Vandal full armor, þannig að það er mjög spennandi að sjá hvað hann gerir í þessu rondi. Já, kemur hérna Kitto fer aðeins of exposed, awesome day, ekki að halda línunni alveg nóg vel. Agnar keyrir síðan inn og kemur í hliðina. Þetta var búið fyrir awesome day og Kitto fer fjallana í mörunni. Núna vil ég sjá svolítið almennileg fluss og svona kistu hjá. Sko það er spurning hvort að Benino hefði hreinlega bara átt að láta aðra sjá að reyna entry hérna inn á. Slikkandi kemur í bak og nær einum. Ég skil hann vel að hafa vilja fara í Seraphine þarna, en Ace var bara fljótur að fylgja eftir. Já, það er spurning, þú veist, hvort að Benino hefði frekar átt að reyna að nota bara Breeze þannig byggt að það er á mörgum stöðum einfaldlega hægt að senda fuglina yfir allt saman og þá flassar eiginlega bara allt sæti, sko. Þú veist, hvort að hann hefði ekki bara átt að sjá það á meðan Slikkandi og Brelli reynda kerinn, en eins og ég hef oft sagt áður í þessum streymum, þá er mjög auðvelt að vera vitur eftir á. Sjáum hvað gerist núna þegar að Lendur orðið full buy. Þetta var skrítin ör, en já, skiptir kannski ekki máli. Agnar nota bara bulldoginn og tekur Slikkat út. Skellita veggirnir mynduðu svona X þarna. Sjáum hvort að Benino gangi betur. Nei, hann bara reynir ekkert að taka dúli svona straight up, sko. Þessi sniðugt Agnar getur verið ótrúlega crisp.
en gengur eitthvað voða illa hjá Awesome Day þarna að fæta gegn Marshallum. En Kiddo fer nær Rottukóng og síðan nær síðan SLS í hurðinni. Þannig að Kiddo fer hérna með 2 góð pick og Ibsen literal 1 HP. Agnar komin með vandalinn, sjáum hvort hún gangi eitthvað aðeins betur. En þeir eru komnir 3 þarna á A og síðan Viper á B hjá Lind. Sýnist Lind nú vera með yfirhönd í þessari umferð. Það kemur vel á óvart ef þetta myndi fara í bókin hjá Drottningu. Herðu, Agnar samt, hann getur verið svo ótrúlega góður sko. Awesome Day kemst einmitt í þessa slæmu stöðu aftur þar sem það komið að honum á 2 hliðum. Benino dettur í spray og það virkar ekki og þegar ég segi það að þeir séu 3 á A og þetta sé bara svolítið komið fyrir það, þá hlaupa Drottningar bara inn og klíra sætið og já, Brelli einn eftir. Þannig að allavega duglegur að horfa kringu sig. Já, duglegur að horfa kringu sig. Nær kannski Agnar er low. Hann er allavega að reyna sitt besta, ætlar að láta reyna á þetta retake. Þeir eru náttúrulega 2 sem eru low. Ibsen er á 1 HP, Agnar er á 30 eða eitthvað, nær Agnari. Ætti nú alveg að ná Ibsen líka, já. Og hausar á mér, þess að ónauðsilegur haus, en þú veist, já, nær 2, virkilega vel gert, en Lind þurfti nú eiginlega þetta round. Og ég meina þetta var bónusroundið hjá Drottningum, þannig að taka þessar 2 byssur að þeim meiddi þá ekkert eitthvað það mikið economy wise heldur. Við sjáum að Drottningar eru bara strax komnir bara 5 vandals og heavy shields á línuna og Ace er ennþá með hellingapenning. Þannig að meðan það er bara eitthvað voða lítið kaup hjá Lind. Sjáum, kannski geta þið forsað eitthvað close. Sýnist slikkandi nú bara að hann læti pinga sig þarna. Örnans Ace virkar í skipti að því leiti. Hann ætlar að reyna að fara í eitthvað close. Benino er satt komin á skemmtilegan staðinn á miðinni. Agnar samt að nota veggjum vel. Sér slikkanda. Já, kemur í rauninni bara baki á hann og nota veggjum sem vel. Það er samt Awesome Day nær Ibsen á meðan á A. Og vá, SLS mjög að vera. Ég held að Benino hafi ekki verið að gefa neitt upp að hann væri þarna á miðjunni, en samt sendir SLS orbið út í þessa hatnátt, eða lýrið út í þessa átt og engagear hann bara mjög vel. Brelli setur 1 eftir með Frenzy. Ég held að besta sem hann geti gert væri að reyna að fara í A main að fá byssu eða eitthvað og bara reyna að ná einhverju kills. Nei, það er bara búið. Bara spottaði þarna og þú veist, 1 á móti 2 vandals með with only a sheriff and a dream sko. Já, en það er alltaf leið. Sjáum að Slikkandi er núna komin í operatorinn. Hann getur alveg látið hluti gerast með honum. Skulum ekki afskrifa Lind alveg strax. Það er bara liðið almennt full buy og já, sjáum hvernig það verður tekið á móti þeim núna. Benino ætti að fengi info með hundurinn sem við sáum hann á minimappinu, en Kiddo fyrir hann til varnar. Hann má ekki láta pinga sig meðan hann er sem exposed. Benino svingar og græðir ekki á því. Slikkandi nær allavega SLS á miðjunni off screen, en Kiddo fyrir í hans erfiðri stöðu. Þeir eru komin með Viper-ulti og það er nú ekki joke að díla við það. En hann nær samt Ibsen, særir Agnar eitthvað aðeins. Brelli komin í bak, þannig að núna eru Drottningar komin í smá vonda stöðu. Já, Brelli nær Rottukóng, mjög krisp, mjög vel gert. Veitu, sá ég þetta rétt? Eru þeir, já, Awesome Day er alveg upp við Agnar, fyndi að vita ekki og kemur hann í baki á honum. Herri, þá er það allavega 1 round á blað fyrir Lind. Eins og ég sagði að við getum ekki afskrifað þá. Slikkandi flottir að ná hann að pikkinu og SLS getur verið ótrúlega erfiður andstæðingur.
Agnar svo sem líka, sem Agnar er að toppfragga hjá drottningmömmin núna. Hvað er það? Ótrúlega vel gert og þeir eru með, sjáum að slikkandi með hnífa og operator. Það er spurning hvort hann vilji jafnvel bara droppa operatorn með vilja fara í eitthvað svona alveg heavy economy game. En já, sjáum að Brelli fyrir bara í judgeinn hendar svo sem ágætlega þegar þú ert Viper. Og við sjáum að Lindir switchingur upp. Það eru Benino komin á B eða hvað, já, því ég segi það, það hleypur allir baka. Brelli ulta bara, instant ulti, en svo Ibsen, hann hleypur bara fram hjá hann. Já, ok, hann gerði þetta bara, hleypur fram hjá hann. Og sá hann hlaupið, já, hann sá hlaupið að Brella, óöfinn. Aftur, literal one HP, nei ok, þetta var decayir. En Benino, ágætis flash, næst smá treyti, étur þetta ult. Og þeir eru komnir inn á, eins og maður hefði haldið að Viper ulti hefði nú bara átt að stoppa það alveg. Þetta var bara kannski ekki alveg nóg gott positioning hjá Brella. Og Benino nær allan að SLS. Ég hef nú ekki viljað vera hans með við skjáin þegar að flassi poppaði þarna. Það er bara retnas bye sko. Núna sjáum við að þetta er 3-3, alls ekkert búið. Kitto fyrir með gott pick á Ibsen. Rottukongur á erfiðum stað, en Agnar með gott lurk. Bara Awesome Day býst aldrei við honum. Rottukongur með geggja pick á Kitto fyrir. Ég veit ekki alveg af hverju það var skipt af Rottukongi þarna. En hvað með það? Benino reynir að keyra í Agnar, hann veit að hann er þarna. Og Ace var líka að halda hann í glugg. Ég var búinn að gleyma Ace. Eða ég var að fullkomlega hreinskilin. Hjekk hann bara í glugga allt rándið með hann operator. Það hlýtur að vera skemmtilegt ránd fyrir hann. En þá, komum við að þessu. Þeir unni rándi hérna undan og heldu hvað, 3 byssum leynd. En tapa síðan einu og nú er það bara strax aftur bara economy game bara búið. Þeir eru bara komnir aftur í Sheriff og Armor. Slikka allir getur svo sem nota hnífana núna, sjáum hvað gerum við þá. Það er spurning hvort þeir hafi núna svona eiginlega identifæða B sem einhvern weak point. Þeir reyna allavega að keyra þarna í gegn. Benino, vekkurinn skilur hann ekki alveg nógu vel og Ace er búinn að ná 2 pikkum á B. Slikkandi 1 eftir, er vulnerable og pingaður. Þetta er skrítið að Rottukongur hafi ekki bara flassan. Þeir vildi einhvern veginn bara keyra í gunfighti. Já, þetta er svona all falling apart hérna hjá Lind. Og kannski vinnur Awesome Day, þannig að það nei. SLS reynsar þetta. Og staðan orðin 6-1 fyrir drottningum. Það verður skemmtilegt að sjá núna hvort að þeir ætli aftur að switcha upp eitthvað Lind. Benino komin aftur á A. En þrátt fyrir að drottningu sé búið að ganga mjög vel á B eftir að Benino fór þangað, þá ætla þeir að setja Brella einan þar núna. En þeir eru kannski þeir eru að giska rétt á A-ið, þannig að það er kannski bara punkturinn. Awesome Day setur vegg í túp, fórsað þá út. Við sjáum satt, ég held drottningar séu búin að vera að lurka eitthvað í hverju einasta rándi. Ibsen er þarna í elbow. En sjáum hvernig Kitto fyrir tekur móti. Kitto fyrir að vera ágætlega crisp, en hann er ekki alveg að bregðast nú hratt við þarna. Ace nærunum. Og Awesome Day nær að koma sér þannig fyrir að hann er ekki flassaður. Benino tekur 2, en þarna kemur lurkið. Benino bjóst ekki við Ibsen hann í bak. Timing á slikkadal. Íkt óöfinn maður. Vá, literal hálf sekunda og hann hefði örugglega tekið SLS. Já, en talað að búast ekki við einhverjum á miðjunni. Ibsen bjóst aldrei við að Brelli væri þarna. Hann var kannski að kánta of mikið á hennan alarmbot, en hann var svo ótrúlega nálagt hurðinni. Og þeir viti ekki SLS. Þannig að greinlega slikkandi er mjög hrættur við að keyra þetta inn á. Þetta er ótrúlega óbisætt. Núna vita þeir SLS, þeir ættu að geta unnið þess hraðar. En SLS nær Brella, þannig að slikkandi er aftur komin í vonlausa stöðu. Hann verður nú eiginlega bara að reyna að halda. En leyfa honum það? Nei, SLS tekur píkið og nær honum.
sjáum núna að Lind gæti reynt að forsa. Þeir ætla að spila meira long game og eru bara að fara enn og aftur í Sheriff á Shields. Nei, hann kemur Phantom og Benino. Nei, þeir fara í Sheriff og eitthvað. Drottningar eru í rauninni bara núna að stilla sig þannig upp að þeir eru alltaf að taka reyna að taka svolítið mikið map control og í staðinn fyrir að fókusa á eitthvað neitt mér finnst það mjög snið reyna að defaulta aðeins en smá erfitt að vinna með miðjuna á þessu pappi hún er svo rosalega stór og ótrúlega mikið angles svona sömu kvartanir og Icebox fekk á sínu tíma sko en mér finnst Breeze eiginlega aðeins verra ef eitthvað Benino geti þessa sjöktast og SLS er bara komin í höndi sko. Heyrðu, hvað er þetta? Nei, Rottikongur er ekki með nógu gott angul. Brelli tekur ace. Ef hann nær að halda, já, ég var einhvern veginn farin að sjá fyrir mér einhvern ótrúlegan reality þar sem að Brelli nær bara að halda vappunum einhvern veginn úr höndunum að þeim sko. Ekki að það hefði skipt máli við sjáum ace kappaður sko. En já, SLS bara var búin að pússa alla leið bak og bara komin á miðuna og mér finnst það sniðugt þetta Awesome Day alltaf að setja vegg í túbið og þau eru allan ekki áhyggjur að þessu að koma í bak þið getur náttúrulega opnað hurðina drottningar en það er náttúrulega hægt að heyra í því þannig að það er einhver vörn í að heyra en þetta er svona léttir aðeins á þeim og við sjáum að þið breyta aðeins til Brelli ætla núna að taka doppeldoors og Kiddofer er á B Slikkandi með gott pick strax á A en SLS er komin að þeim doppeldoors ætli Brelli verði tilbúin að taka við honum Brelli er að bakka í burtu Awesome Day heldur hérna en er allan með Poison Orbið það er samt dettur náttúrulega niður á endanum Rottikongur og Agnar ætla bara að keyra hérna upp middið en sjáum að Agnar nær þessu picki Benino poppaði ulti en það er eins og það hafi ekki grætt alveg nógu mikið á því og Kiddofer var ekki alveg tilbúin fyrir þetta angul Agnar þeir eru bara komnir inn á B Brelli með ágætis kontról hérna og nær Agnari slikkandi með vappa þannig að hann getur reynd að halda ykkur línum skrítið þetta blindan ekki einhver bökur hérna og Awesome Day ætlar að hlaupa hringinn Benino reynir að fara í robotinn og þá bara svingar Ibsen hana með hann mjög gott play hjá Ibsen og Slikkandi ætla bara að halda upp á þessu já ég held að Drottningar eru samt ekki að taka neina sjensa og sjáum að það voru bara jump píka Rottikongur er að vinna hægt í áttina síðspón og Slikkandi hann lítur nú að heyri í Ibsen hana já hann heyrir í honum og skýtur hittir ekki við veitum sjáum nei herðu þetta var þetta gott vel gert hjá honum að fela senda maka já og hann heldur vappanum og restin af Lind getur farið í bæ næst senasta ránd þeir verða nú eiginlega að vinna þetta ef þeir ætla ekki að vera bara alveg brók í senasta rándi þá er þetta nú eiginlega bara búinn hálfleikur sko Benino tekur aggressive push inn á miðuna ég fíla það er spurning hvort það er búist við því sko það er alltaf búin að vera að vinna miðuna alls vel sko gefur samt kannski upp location sitt svolítið með einmitt fuglunum actionið er að eiga sér staðinn á B en ég vil benda á að Agnar er búin að drepa 3 á A á sama tíma þannig að þetta var svolítið ég dreif það eins úr sér Agnar fóð bara eitthvað einn í lörk og tók bara 3 á A easy peasy meðan að allir hinni voru á B þannig að það var eins og actionu verið þar en það er nú verst að missa þessi þríki það var eflust flott en já, Lind töpu kemur óvart hvað ég geta farið í gott kaup satt segja miðað við það þetta er bara skítsæmilegt sko já, þeir geta kannski dreigið tilbaka dreigið eitt ránd út úr þessu og
sýnir Slikkandi og Benino ætla að fara í eitthvað aggressive play hérna á A, ok, þetta er eitthvað nýtt gera eitthvað nýtt, ég fíla það hvað eru plasar, vá hvað eru bleikir en, heyrðu, Rottukongur últar og þeir eru í dead zone-inu þannig að þeir taka bara einn á móti ná þrem missa bara einn í staðinn svo SLS komin close í hurð þetta er náttúrulega vandamál við að setja vegginn ekki framar en samt 3-2, alveg doable, klárlega doable þeir vita SLS og Ace vá, Slikkandi kaldur að píka þetta angul hann kannski heyrði í SLS hoppa niður túpið og nöi vá, SLS var í miðju hoppi hérna því líkt trigger discipline að ná að býða þangur til að hann og komin upp á silluna áður en hann skaut þarna vel gert já SLS þá er þetta komið í 2-2 allt í einu en þeir hljóta að vita nokkurn veginn hvað er í gangi hjá Lind þetta gæti náttúrulega að hugsa fake back þannig að þeir skilja brella eftir Kittofi færi sig yfir og SLS er að taka stefnuna á Doubledors spurning hvort að Brelli búist við því Brelli er á svolítið offangul já, hann býst við því hoppa síðan Poison Orbi og setur mollið vá, hvað hann tekur mikið af Ace komin yfir 44 vá, vel gert og Kittofi að ná þessu bara, þetta var svona semi-blind ult sko ég meina Poison Orbi kom upp þannig að Brelli var í rauninni ekkert búinn að sjá Ace bara skaut bara niður poppaði bara Poison Orbinu, skaut niður mollanum og Kittofi fór bara beint í ult já hefnaðist bara þvílíkt vel, vá, vel gert til þeim herru, annar round þannig að þetta er 10-2 í hálfleik, það er betra en 12-0 það er eitt lið á mótinu sem að kannast við það að vera með 12-0 eftir einn hálfleik þannig að þeir hljóta að vera með aðeins betri móral heldur en það lið á þeim tíma það var gott spray hérna hjá Rottukong skemmtilegt að fylgjast með þessu sjáum að Lendir að taka bara heavy up-push ætla ekkert að flækja málin Sky Fuglin náttúrulega segir aðeins hvað er að fara að gerast Rottukongur með fóltani sjá hvað SLS er komin langt þeir hljóta að vita að þetta er A Rottukongur hlýtur að vera að fá backup en þeir eru bara komnir inn og Rottukongur er bara einn já, Ibsen ætlaði einhvern veginn að þetta var skrítiholt hjá drottningum en það virðist verið að virka Agnar droppar hann að molla sem bara fer virkilega illa með alveg 3 af þeim og Brelli er allt í raun einn eftir og semi-low HP hann er samt á móti 2 og Agnar er á eiginlega 0 þannig að ef hann nær Ace hérna þegar að veggurinn droppar þá er þetta alveg klárlega doable þá er þetta mjög doable sjáum hvernig gengur hann nær hann ekki Ace góðan haus þarna þetta var samt svo skrítið þeir komist einhvern veginn allir inn á A og náðu Rottukong síðan er bara spurning hvort að veggurinn veitti vörn en hann satt spurning hvort að hann hafi gert þá hrædda við að taka meira real estate þannig að voru eiginlega allir bara svona saman og þessi molli hjá Agnari var alveg virkilega vel hefnaður ég held að hafi í alvörunni 3 gæðir úr Lind bara falli fyrir honum í rauninni út af vulnerabilityinu ef ekki bara damageinu þannig að það var bara virkilega vel gert þeir Lind bara snúi sig við og keyra á B í staðinn og þess að leiðilegt að keyra ykkur svona væpidót en Agnar heldur bara hérna með dælu þeir komast hringir í kringum hann og ná honum og þetta er samt gott hold og SLS enn og aftur komin í bak hættulegt Slikkandi einn eftir með Marshall the Dream já, horfir í burtu einmitt þegar SLS píkar hann og vá hvað SLS var tilbúin fyrir hann að þessu affangul en þetta var svona semikaup hjá Lind þannig að, já, kannski ekkert skrítið vildi örugglega ekkert komast í matchpoint en núna er orðið matchpoint 2-12 fyrir drottningum og þeir verða bara að gjöra svo vel að taka eitthvað forspæ aftur og við sjáum að Ibsen, hann feð þá bara í vandalinn og það er spurning hvernig þetta gengur fyrir á Ibsen keyrir bara út, getur flassið til þess að ná Benino, þetta var gamble en váka þetta borgaði sig greinilega Awesome Day nærina að kappa Ibsen og Slikkandi nær
rottukong á A. En sjá hvert S-Class komin. Þetta bara, hann, engin virðing, sko. Hann bara lappar bara eitthvað. Og bara ef hann sér einhvern, þá bara skýtur hann til hvers að flækja hlutina. Sem að, Ace og S.L.S. bara halda báðum áttum og Brelli orðinn 1 eftir á móti 4. Og hann með Bulldog. En ég minna leiðilegt angul að lendi í seinasta fætinum. Þú ert 1 eftir matchpoint sem þú sér þannig ekki og hann sér þig. Þá getum við kíkt á stöðuna hérna. Sjáum S.L.S. já, hann var að gera góða hluti í þessu leik. Agnar líka reyndar, bara virkilega flott frammistaða hjá þeim báðum. Sjáum að þrátt fyrir að vera ekki hæstur á kills, þá Benino samt stigahæstur hjá Lind. Hann var klárlega, það margt til í því að hann að gera ágætis hluti á Sky, svona þannig séð. En ég samt að pæla hvort að það sé agent sem að hendi ekki einhverjum öðrum í liðinu betur. Brelli búinn að vera með top notch performance á Viper, með að klálega halda því áfram. En ég að pæli hvað Lind gæti þurft að endurskoða hjá sér. Drottningar náttúrulega skítöpu á móti Kutum senast. Lind satt sig að stóðu sig betur gegn Kutum. Þannig að Drottningar að sína allt annan leik. Virkilega gott að sjá svona smá turnaround til þeim. En já, ég held að bæði liðin geti alveg svona hort á þennan leik og sé hvað fór vel og hvað fór ekki. En þetta gekk svona nokkuð fljótt fyrir sig, bara hálftími. Þannig að við skulum samt taka 5 mínútna pásu. Það þýðir ég sný aftur klukkan 9:07 og þá bara hefjum við seinni leik. Skemmtum okkur vonandi vel og bara þangað til að skulum við njóta tónlistarinnar frá Rottukongi. Rottukongur leikmaður í Drottningum einmitt. Þökkum honum kærlega fyrir tónlistina. Hún að hitta í marki mörgum, skils mér. Þannig að já, gjörðu svo vel.
Velkomin aftur. Þá erum við á leiðinni í leik númer 2. Hélt ég, en já, beðist afsökunar á þessu. Það er bara var greinilega eitthvað að bila. En eins og ég sjáðu þá lagfærið ég það alveg virkilega fljótt, þannig að þið tókuðu eiginlega bara ekki neitt eftir því. Allavega, beðist afsökunar á þessu. Eins og ég segi, ekki beint hot production value einna, bara ég eitthvað heima með mér. En, nóg það. Leikur 2, Ascent, eins og ég segi, ánægður að sjá ekki meira bænt. Það hefur verið geggjað að sjá bara Breeze og annarkort Split eða Icebox bara koma í einni viðureign, en Man Can Only Dream. Drottningar unnu seinustu viðureign og eru núna í Defenders og leynd í Attackers. Skulum keyra þetta í gang og sjáum hérna Benino aftur á aftur á agent sem er ekki svona fighting agent. Kittum fyrir Brelli að hofvera KO náttúrulega bannað nema bæði lið leyfi að hann sé með, og í þessu tilfelli þá bönnuðu liðina, þannig að þeir eru nú bara eitthvað að leika sér. Herru, þeir svissu allir yfir í Sage. Ok, þetta er að rúlla þetta. Það væri reyndar ógeðslega fyndið. Nei, bíddu. Ó, þeir eru að reyna tæminga sér til að flippa yfir. Ok, þetta er gott TV. Ef það er einhvern tíma gott TV þá er þetta gott TV, sko. Sjáðu þetta. Og Benino eitthvað er að combo breyka þetta. Og Brelli líka. Ég hlakka til að sjá hvað ég breyti í næst. Ég nenni líka að tala um annað. Vó, þetta var geggjað. Sáðu þetta? Nei, ok, nóg um það. Þetta er það sem ég er að tala um. Hérna, ef við horfum á drottningar, þetta versatility. Núna er allt í einu, þú veist, Ace sem að var á Sova í senasta leik, komin á Raze. Agnar sem var Viper komin á Jet. Assetless sem var Reyna komin á Sova, þú veist. Hvað, já, og Rottukongur sem var Breach komin á Killjoy, en Ibsen sem var Killjoy komin á Brimstone, þú veist. Þetta er bara ótrúlega fyndi hvernig, þú veist, nennaði svona flakka til. En, heyru, tölum líka eins og leynd. Benino, Astra, ég er ekki fíla það, en sjáum hvort það virki. Ég vil alltaf gefa þeim the benefit of the doubt. Þannig að, hérna, kannski verður þetta bara eitthvað brilljant dæmi hjá þeim. Senastu 2 skipti sem ég trúði því, þá var það ekkert neitt rosalega mikið þegar Benino spilaði Sky, senastu 2 skipti. En, ég meina, þú veist, þeir hljóta að hafa betri tilfinningu fyrir þessu heldur en ég. Sjáum líka Brella komin á Breach. Mér finnst, eins og ég sagði, þá finnst mér hann búinn að vera með geggja framistu á Viper. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig mér líst á það heldur. Og en Awesome Day bara heldur sig við Sage'in. Þú veist, hann er alveg klálega búinn að fylla svona þetta support role í því hlutverki, sko. En hann er hins vegar ekkert búinn að vera að fragga neitt brjálæðislega vel. Þannig að það er alveg spurning hvort að hann sé að spila of passíft þegar hann er að spila á einhverju svoleiðis agent. Ég veit ekki. Sjáum hérna að leynd komst alveg upp shortið. Núna eru þeir einhvern veginn bara fastir á shortinu. Leiðilegt timing hana á Benino. Grenan Benino þarf alveg að hoppa bara hann niður á miðin alltaf dodge greinina. Og hleypur alveg komin inn á top mid, en SLS með góða shockdart. Og Kitty fer lendir þarna túli við. Hvað er eiginlega að gerast? Er þetta bara að fara að vera eitthvað þvílíkt? Sjáðu hvar Ace er. Þú veist, og sjáðu hvar allir úr leynd eru. Allir úr leynd eru bara einhvern veginn á miðjunni. Og Ace er þarna fyrir utan B-lobby, engage á. Ibsen og SLS báðir á miðjunni einhvern veginn. Þetta er bara eitthvað svona, þetta er svona Vilda Vesturs miðju shootout eitthvað. Ég meina, ég er svo sem ekki að hata það, þannig að þú veist, þetta er bara skemmtilegt. En það gerist ekki mikið fyrir leynd í þessari stöðu. Þeir þurfum nú eiginlega samt að bíða bara eftir einhverjum hílum hjá Sage eða eitthvað. Það er samt bara 20 sekundur eftir. Þeir verða að gera eitthvað, hratt. Reyna að fara shortið, Agnar spottar þá. Þannig að það er hurð þarna á milli.
Þetta erfið staða, en ef þeir ná planti... Nei, einu ekki planti, Rottkongur búin að vera að bíða virkilega þolinmóður. Slikkandi nær Ace á miðjunni. Þú veist, tíminn löngu búinn og hann bara eitthvað þannig besta sem ég getur gert núna að halda ekki þessum ghost, sko. Þannig að Agnar gerði þetta bara. Bara fljúfandi frenzy hérna. Ja, ok. Þú veist... Algjörlega ónauðsynlegt en alveg klárlega 100 kúlstig sko fyrir að uppdrafta í þessum aðstæðum bara eitthvað lengst upp í loft og frenzy killi einhvers staðar, já, hægri, ok. Þá eru drottningar með fyrsta rondið, alveg svo seinast og já, bara seinustu 2 pistol rounds, þannig að þeir eru klárlega að gera góða hluti í pistol roundunum so far. Ibsen ískaldur, hleypur hann út og hann Kittofer var ekki alveg nóg að fljóta við hliðina en Ace push, þú veist, þeir eru bara að pussa alla stöðu drottningar og lindir ekki með nein svör. Já, Ibsen var alltaf fjárlega byrjun og býst ekki við honum. Mér finnst ótrúlegt að ná að kappa og heyrðu, wow, þetta var þetta geggjaði hjá Kittofer. Þetta var bara double tap, bara bang bang. Agnar bara gæti ekki svona brugðist við sko. En drottningar eru með spækin. Kittofer hefur reyndar alveg heila mínútu sko. Þannig að það er ekki eins og að sé einhver mikil pressa á honum. Hann með spekterinn. Hann getur... Það er erfitt að ætla að engagea 2 spektera á long range. Hann verður eiginlega að vinna eitthvað svona skríti angul. Hann verður eiginlega að vinna með þetta element of surprise. Vá, sáu þetta timing. Hann og SLS bara krossuðu alveg fullt á það. Þarna sér hann næra kappa SLS. Vá, hvað kemur mér á óvart að hann SLS hlýtur að hafa bara verið í miðju recoilinu af því að vera kappaður en nær samt sem aður að hausa Kittofer bara beint tilbaka og Kittofer náttúrulega lár, þannig að já, þá er þetta alveg komið yfir í gunround hjá Lind og sjáum hvernig þeir ná að vinna með það. Ef þeir ná að vinna þetta gun advantage, við sjáum að Rottukongur og Agnar fjallu í seinastrátti, þannig að þeir fara bara í sherifa, þannig að þeir eru alveg klálega bara að taka bónusránd hérna, Lind, og þeir eru báðir á A, þeir eru samt allan með killjoy utilityið, þannig að þeir geta nýtt það eitthvað. Við sjáum að Lind er allan að reyna að nota gun advantage, heldur svolítið langt í burtu. Ace samt ís bara mjög graður eitthvað þarna, pússa þarna. Benino viffaði aðeins. Það hefði verið mjög næs að þeir hefði náð Ace þarna. En Agnar komin upp á shorti og slikkandi að vinna sér svolítið í þá átt. Kittofer fer bara næri Ace, þannig að allan komið með það. Slikkandi var mjög að vera, að krátsa þarna á miðinni. En svolítið svo mjög skrítist það. Ég er ekki viss að ég búist við honum hana. En slikkandi, þeir búast heldur ekki við slikkandi þarna á miðinni. I know exactly where you are. En Agnar spottar rotatið og vita eru að koma þarna eða fara upp miðin og Ibsen nær Benino. Mér slikkandi ekki vera að ná að gera nógu mikið, veiturlörsk. Sjá hvað hann er, og það býst þú veist, það veit enginn á honum. Ok, hann verður að ná einhverju hérna núna. Nei, þeir ná honum bara, þeir bara streifa hann bara miklu betur heldur hann að streifa þá. Og SLS er bara að halda á B, á meðan. Það er bara 2-2 og Agnar er komin með Vandal. Það er... Rottukongur veitur Kittofer og þeir hljóta að vita núna Umbrella og hann er búinn að vera hoppandi inn á. Og Agnar komin í 1-1. Sjáum hvað gerist hérna. Já, Agnar næri ekki alveg spraytransferuna hérna og Brelli næri að hreinsa þetta, en þetta var ótrúlega dýrt round fyrir Lind. Mér slikkandi komst þarna á Siegespawn og það var bara eins og enginn í drottningum hefði hugmyndum að væri þarna. Ibsen var eitthvað á miðjunni í rauninni bara ennþá að horfa á miðjuna. SLS á B, bara að horfa á B main og hann svo slikkandi, ég veit ekki, það var eins og hann væri svo rosalega hrættur einhver myndi rótita frá A en Lind var nú þegar að fara í tiles, þannig að leit út af þessu að vera að fara miðju eða rótita eða þeirra rótita sko. Brelli með gott kill hana.
Þetta var geggjað. Meira svona brelli, klálega. En já, höldum áfram að tala hérna byrju, Ace, aftur komur svona framalega. SLS fór bara og sótt sér 2 kilo miðinni. Ace næra píka þetta, nær Awesome Day. Benina ekki nú fljótur að koma bakkan upp og hérna til að forðast það, hann myndi ná Awesome Day fyllilega. Þeir hljóta nú að fara að byrja að búast við þessum pushum frá hérna frá Ace að þessum tímabúti. En þetta bara allt búið að gera svo hratt. Ég er ekki alveg ennþá hérna á því hvernig þeir náðu Ibsen á miðjunni, en þetta allt hérna komið í 2-2. Rottukongur píkar virkilega vel af turretinu. Sko, Benino hefur 45 sekundur, þetta er engin pressa, skrítið offangul, nær hann að láta það virka? Nei. SLS furðu tilbúin fyrir mjög skrítið angul, en hann fellur næstu, tekur 3 skot, 1 viðbútt að þetta hefur verið búið. Og Lind eru allavega að hafa áhrif á efnahægin hjá drottningum, svona nokkuð vel í þetta skipti. Við sjáum að það er bara 3 byssur og eina af þeim er lítill armor. Agnar er að vísa með hnífa. Kittofer, spurning hvort hann þyrfti að bíða eftir bæfisberðinum og setja hennan vír aðeins dýbra til að ég sé ekki að píka svona rosalega mikið. Hljóta að fara að búast við píkir núna. Agnar poppar hnífunum og það er samt eins og hann treystir ekki alveg í þetta engagement þrátt fyrir að þeir séu hérna væntanlega spar Lind. Og SLS þeir keyra í gegnum bara mollið og allt rastlið. Agnar Rottukongur taka bara þvílíkt vel á móti þeim. Já, Agnar bara keyrir í þetta meira sér og það er þetta að vera einn eftir á Lurky sem hann er ekki að nýta nógu vel. Já, þú veist að ég nýta nógu vel, ég meina hann var einn maður á short með klassik á móti 5 gæjum sko. Hversu mikið getur maður að beðið sko. Það er samt Ace og SLS virðast ofta að stilla sér upp þannig að þeir séu tilbúinir að taka mútið pushes og leið og þeir fá ekkert info af boombottinum þá movear Ace. Ég heldur spáir nú ekkert endilega fyrir það hann sem er vappa hann Agnar og virkilega vel sloppið hjá hérna SLS bara blindfærar þetta hana og Ibsen nær slikka þetta. Já, en þeir eru komnir inn á síndist það að vera brelli sem náður Rottukong þá eru þeir komnir inn á A allt fókusaðir þarna fyrir utan B á miðina. Ibsen poppar samt últunni til að færa þá af hérna plantinu. SLS kemur bara brelli koppin í open. Getur þeir einn eftir og já SLS tók bara hetjustökki sem að hver var það sem tók hetjustökkið aftur á Masters? Einhverju Newturn? Alveg dótt mér. Nei, það er alveg dótt mér. Þetta var gott swing og gott hetjustökk hjá SLS. Vel gert við drottningum að missa ekki fleiri þessu randi. Benino kemur sér aftur fyrir hann í horninu. Sko, ok, ég tala að vera að spá fyrir Ace, en þarf Ace ekki bara svolítið að vera búin að spá fyrir Benino á þessum tímabúti. Þannig að sjáum hvað gerist. Þeir eru allir að stilla sig upp, þarna fyrir utan B-main. Sjáum hvað gerist. Ok, þetta er enda sniðugt, sjáu, slikkandi, poppa bottan, stripur hann, byrjar að hlaupa í burtu, þvílíkt gott beit. Rosalegt beit og sér allt í bara 3 gæjar að býja eftir Ace. Ó, vá. Ó, hvað maður beita þér. SLS reynir holdina. Já, glemma hvað ekki þessu. Slikkandi með gott blendspray, nær Ibsen. Mollin ekki nógu góður Ibsen. Hlaupa fram hjá honum. Við erum góðnum með ágætt real estate. En SLS er ennþá inn á. Nei, þetta var geggja transfer. Það er ekki fyrir núna sem Benino kemur í baki. En hann er búinn að taka 3 og þetta er 2-2 allt í einu, þú veist. Úff, eins og þetta var gott execute. Hjá þeim. Það falla allir hana.
Ég ekki viss að þessi veggur hjálpi leynd. Nei, Rottukongur fær núna bara að setja niður ulti sitt. Hann hefði meira þess að geta sett það nær út af að veggurinn vendar það í rauninni frá því að vera skotið í gegn. Agnar nær slikkata þegar hann reynir að pússa. Benino reynda að fann hann að lítið hot sem hann nær að fela sig í. Nær Agnari. Distraktast af turretinu. Nær hann Rottukongur. Nær að hoppa þarna niður og það svona erfitt að recovera frá lendingum en hann gerir það bara ótrúlega vel þarna. Þú veist, já, Rottukongur hefði í rauninni bara getað sett þetta nær Astravegnum og það ekki einu sinni þurft að missa Agnar hana í rauninni, sko. Eða það alltaf spurning hvort að Slikkati og Benino hefði þá bara báðir púsað. Það hefði kannski verið saman og ná treyti og kom út á sama. Það mikið að hvað ef. Hörru, Ibsen og Agnar báði með vappa. Það bara, já, það eitthvað big play að fara að gerast hérna. Sjá hvort að Ace ná að láta beita sig aftur. Ég vil eiginlega bara sjá hvort að hann fer varlegar. Nei, mér sýnist það ekki. Hann grenar núna. Grenar kassan. Hörru, Ibsen nær að píka þetta með vappanum. Mjög aggressiv vappapík svona með þú veist Brimstone. Ace með gott hold. SLS hvað questionable dróni, hvað hann græta því. Jú, hann reyndar skrítið, hann gerði eiginlega ekki damage á Benino. Hvernig í ósköpunum að gera hann svona lítið damage á hann? Þetta er fyrir fyndin veggur sem hvernig það borgar sig. Þeir eru 2 á móti 4. Þessi erfið staðar. Ibsen nær einhvern veginn að koma niður stigan og nær Awesome Day og það er Benino 1 eftir á móti 3 og að koma úr öllum áttum. Þetta var ansi erfið staðar, sko. Sem líka svo hættulegt við að ná B-inu. B á Ascent er örugglega svona það side sem er hvað hættulegast að bara festast einhvern veginn inn á backside ef þú ert að taka þér. Og defenderinn geta basically bara ok, jújú, við töpum rondinu en þið eru líka bara ekki frá að lappa út með neina byssur, sko. Þú veist, það er einhvern veginn, þú veist, þrengt svo rosalega þarna á lane og stigum, þannig að ef þú festist á backside þá ertu bara fastuðar. Herru, lane ætla að spice it up og fara á A, sjáum hvort að það virki. Agnar er svo tilbúin að tekur fyndið angul, við skulum sjá hvort að það borgar sig. Samt Benino bara smókar en þeir eru ekkert hræddir við shortið eitthvað. Ace að dúla Kiddo fyrir þetta. Hann verður að bakka eftir þessa dróna. En þá sjáum við að Ace og SLS er bara komnir hana og ef að Linda ætlu eitthvað að worka miðjuna þá er það búið núna, sko. Já, og Kiddo fyrir reynir að koma aftur í þá en Ace nær honum, SLS fyrir að hreinsa miðjuna, Rottukongur og Agnar að halda. Gott flashabrellar þetta. Já, nei, Rottukongur var að, ég veit ekki hvort það hefði verið planað, en hann allavega spilaði counterflash mjög vel. SLS ógurstenda A eins og Awesome Day náði honum, en núna er hann 1 á móti 4 og fastur í ykkur hotni bak við hennar smók. Ef hann nær einum, þá er það vel gert í rauninni. Það er basically staðan einmitt núna. Þeir eru með spækinn og, já, hann nær einum. Nær spraypassverunni yfir Ibsen og nær honum líka. Tveir vappar lænaðar einhvern veginn í röð og Awesome Day spraya á niður með vandal. Ok, það er reyndar, það er ógeðslega fyndið þegar ég pæli í. Agnar og Ibsen bara ekki málið, strákar, við erum með þessa línu hérna alveg secure og segir bara einhver gæi og bara, þú veist, tekur sér einhver góða 2 sekundur í að spraya á niður eða eitthvað. Ok, það er mjög fyndið. This goes here. Herru, leynd allar aftur B. SLS tilbúið með sjokktartið, sjáum hvað það gerir mikið skaða. Nei, engan. Þannig kemur boombotinn, þannig kemur drónin og þeir ná að skjóta hann í gegnum vegginn. Hann kom á flussin, aðeins og sein. Agnar frá komin á miðjuna. Ace blæsir síðan bara últinu í þetta og til hvers að spara það eitthvað. Þetta eru alveg hreinsaðir, sko. Vá, ef ég væri leynd þá myndi ég ekki alveg vita hvað ég ætti að gera einmitt núna.
Ég ætlaði að segja að, þú veist, við vitum að Ace alltaf að setja niður boombotinn. Þarna í byrjun. Ég ætlaði að segja af hverju ekki nota Gravity Well frá Astra. En það er búið að nerfa það. Það tekur nokkur sekundur fyrir stjörnuna að verða aktiv eftir að rándi byrjar. Áður en þú getur poppa Gravity Well. Þannig að geta það ekki. Þeir gætu reynt að stönna. Ok, þetta líka skemmtilega veggur. Forsar Rottukong á eitthvað skrítið angul. Þú veist, í rauninni hleypið þeim bara inn á. Agnar reynir að fara inn á með hnífana. Þeir er búin á tveimur, ok. Þetta gengur ákveðlega leitt. Þetta er veggurinn hjá Benino að gera afsluti. En slikka þetta á mjög erfiðum stað. Törrætti að drita niður. 3-3 samt. Og sjáum hérna. Ok, Rottukongur setur niður ultið. Og Lind virðist alltaf bara að bakka úti. Ég er að pæla hvort það er... Já, þeir eru ekki meðnitt til þess að fæta það. Erfist það. Núna eru þeir allir fastir á A-main. Og það er rauninni vita þá. Þannig að, ég veit ekki hvernig ég ætla að kontesta þetta til Fuse. Þarna kemur Gravity Well sterkur inn. Postplant Gravity Well inn. Ace keyrir bríð og kemur að slikka þetta meðan hann að reloada. Og tekur svo bara upp Frenzy-inn og hoppar hann inn í Benino. Engin ótti hjá þessum manni. Þetta var ágætis execute hjá Lind. Einmitt þegar að ég var basically búið með hugmyndir þá tóku þau bara mjög fínt execute. Það var bara Agnar píkaði þarna með vappanum hjá Switch sem ég held að væri svona objective sem einhver einna minnstakosti myndi bílæna í þannig að það yrði tekið á mótunum. En svo virðist sem að, þú veist, sá sem var að horfa var að minnstakosti ekki nógu fljótur eða þá að það var enginn að horfa það. Hann nær einum fer í aggressive hnífaplay sem að var í rauninni meira þess að óþarft, sko. Það tapar því, en þú veist, það sjáu að svona, þeir eru farnir að vera svolítið reckless. Rottukongur nær að koma sér niður í hotni þarna, en Benino er að fara að koma í andlitið á Agnari og verður að taka right swing, gerði það ekki. Rottukongur nær að vinna með angul sitt í hotninu þegar reyna að fara í orbi. Kitto fer taggaður, fastur Awesome Day, aftur einn á marga. Beita resinu, já, hann nærir við Rottukong og gefa hann, já, úff, ok. Dúbúl, ekki lengur, nei, fyrir helmingu búinn, 11-1. En þó allavega eitt að geta allavega sagt það. Þeir náðu einu rándi. Þá eru bara að sjá hvernig þeir standa sig í defense. Þeir stóðu sig ótrúlega vel í defense gegn Ótta. Lind, bara allra fyrsti leikurinn á mótinu. Ótti gegn Lind. Lind byrjaði á defense á Ascent og náði 8 rándum af Ótta. Ótti mjög formidable spilarar, þannig að bara ef við sjáum einhver svoleiðis plays frá þeim þá er ekki mikið óttast fyrir þá ætti þeir alveg að ná hellingarándum og við vitum öll að momentum getur alveg klálega byggst, þú veist, economy og momentum og Brelli allan að byrja þetta sterkt, nærinn Agnari en verður að vísu ágætlega lág, nei, Sage healy kemur slikkandi, óheppið með bottan, hann er bara fram og tilbaka á engu svæði. En fær info, þeir vita að þeir eru margir á miðin einhvers staðar og eru 5-4 með stjörnu. Núna þarf slikkandi nær SLS, mjög vel gert. Þeir þurfa bara að vinna með það sem þeir hafa. Stjörnundar, veggurinn er komið fyrir A-main, það er geggjað. Það er náttúrulega, kannski er Awesome Day að horfa aðeins svo mikið á A-main með við að veggurinn er þarna. Hefði þið kannski mátt bakka slikka þetta aðeins upp. En Brelli, Brelli búinn að ná 3k í þessu rondi. Virkilega vel gert. Ace 1 eftir, þeir vitu hann. Núna, já, Benino kemur hana í hliðina á honum. Ace snöggur, virkilega vel gert. Og flushar hana, Kitto fer út, er búinn að fá smá space. Awesome Day þorir ekki í píkið. Felur sig á fyndnum stað, lokar hurðinni. Þetta var aðeins svo gott. Vá, Ace reyndi hérna. Aðeins svo gott að Awesome Day bara tróð sér hérna inn í hotni. En veitu, herri, hann náði hann í alvörinu að fela sig hérna.
Vá, ok, þetta var ógeðslega fyndið. Vá. Awesome Day fær, ég veit það ekki. Hann fær einhvers konar svona leyniverðlaun. Leynd, viðandi nafni þessi tilfelli. Þetta var, ok, þetta var ógeðslega fyndið. Tróða sér hann í hotni hjá switchinum og fela sér bara þar og fela sér að baka kassan og hann reynda sá clean í hausin á Ace í smá stund og það spurði hvort Ace hafi síðan. Greinilega ekki, þú veist. En já, það var Lind allavega, konum við pistolróndið, fyrsta pistolróndið þeirra. Þannig að núna það bara að vinna á þessu momentum. Sjáum að drottningar fóru í Sheriff Bæ og ætla bara að taka aim duels á miðinni. Benino með smá angul og nær Agnar í sprayinu. Það er vel gert. 5 og 4. Sjáum hvort hann á að vinna með þetta. Ace og SLS rekast bara á vegginn hérna. Þessi veggur er alltaf svo sterkur ef maður er með pistólar. Óþolandi leiðilegt að eyðileggja hann, sko. Þannig að ásandi ætti að vera nokkur öruggur. Og nei, Ibsen náði bara að dinga, slikka þetta þarna. Úff. Spetur við var hann full armor með þér. Fær healið þannig að hann getur tekið 2 body shots núna. Ibsen bara not today, boombot, not today. Slikkandi með angul. Nær einum og það komi mól, nei þetta mól cover nú ekki neitt. Úff, SLS getur þetta flass og brelli með gott pík. Rottukongur með gott reit og Benino og Ibsen reynir bara að hlaupa þarna upp miðin alltaf mikið í gangi á svörstu meðan þar eru bara 2 að búast við hún líka þannig að vel gert hjá Lind, meira svona. Þeir geta alveg klárlega haldið sér í þessum leik. Ekki mun að segja að drottningar fara að B ennþá en með þetta setup hjá Kittofer þá sýnist mér eins og það ætlaði að vera svolítið strempi. En þeir ætla að brelli með skemmtilegt flassangur. Hann flassar bara einn. Þetta er eins og þetta angul drífir samt ekki alveg ef einhverjur er að píka bara hotnir. Þeir bara keyra núna í áttina að A. Úff, Awesome Day flussaður út af greirinni. Nær samt að dodge hana ansi vel. Mikið slowed út í gangi hérna núna. Já, þeir ná að stoppa drottningar, basically. En þú veist, það er ennþá mínútu og 10 sekundur eftir að roundinu. Þannig að það er ekki eins og að, þú veist, þetta sé eitthvað búið. Við getum bara reynt aftur eftir smá, slow-orbin búinn. Ibsen tekur fake bakki, restina af þeim actually bakkar og Agnar stendur kyrr. Ibsen sér þarna Awesome Day. Er hann að fara, já, hann djúbsteikir Awesome Day nema Awesome Day hleypir burti. Nei, Awesome Day, já, stendur basically bara í þessu. Þeir eru Ibsen stunnaðir og ennþá ágætis hold. Þeir eru satt að fara 4 að keyra einn inn núna. Lélegur og nær SLS nær honum og Agnar tekur eitthvað skrítið hoppaðna yfir generator en nær samt brella, slikkandi með góða grenu 3 og 2 algjörlega doable. Nei, Rottukongur nær hann að Kittofer, anticipator hann mjög vel. Mjög erfitt fyrir slikkata núna. Agnar bara, þeir er náttúrulega með miklu betri byssu. Erfitt að ætla að taka ykkur duels með Marshall. Þá er nefnilega, þetta var svo erfið stað sko, þú veist, skil vel að Lind hafi vilja spila bónus, en á móti betri byssum, þá, þú veist, var bónus mjög ólíklegt að fara að gera. Þeir stóðu sér vel með að við, en ég meina núna er bara komið matchpoint sko. En ég meina ef þeir vinna fairfightið, bara góða byssur báðum hliðum, þá sjáum við hvernig það gengur. Slikkatir nær allan að pikki strax á Ace. Kittofer með þetta setup á B. Benino mjög finnust að næra að fela sig fyrir bottanum. Spurning hvort hann ná að koma í bakið með hann næra einhvern veginn að sneika sig fram hjá honum. Kittofer með rosalega góða one-way að þarna. Það er einmitt að horfa one-way til activate þegar Ibsen kemur bara white swingar eins og brjála einhver. En næra resetta þetta ríkul. Brelli keyrir bara í þá með stönnu og flassi.
Við erum búin að ná aftur B main. En Brelli svolítið einn. Það enginn alltaf treyta á. En hann nær Agnari með tætangul. Vá. Sjúklega vel gert. 5-2. Leynd að gera virkilega góða hluti. Það spurning hvort að SLS og Rottugangur reynilega haldi ekki bara á þessum tímabúti. Þeir unnu seinasta rándin. Ég held samt að Economy það voru alveg 3 reyndar sem liðu það af en það spurning hvort það sé samt ekki gott Economy game að halda þessu bara. 30 seconds left. Jó, mér sýnist það. Sýnist þetta ætla að vera bara langar 30 sekundur fyrir okkur sem erum að horfa á það sem að Rottugangur og SLS halda bara. Mér finnst það smart play hjá Lind að vera ekkert að þróa neinum byssum í að hönda á sko. Það algjör óþarfið. Economy þeirra hefur ekki efnaði að missa neinum byssur. 5 lifandi, bara halda í þannig. Speak of the devil, þá samt Benino núna að keyra til að reyna að fá byssu. Af hverju tekur hann upp hnífinn? Takk upp hnífinn og hlaupa þarna. Það voru örfáir staðir sem þeir gátu verið á. Og það var þessi gangur og fyrir utan B-main. Og Benino tók upp hnífinn og hljóp svona nálægt þessum gangi. Það er questionable play. Skipt samt kannski ekki öllu. Þeir eru ennþá annar round á blaði þeim. Þannig að og ágætiskaup hjá báðum liðum. Þannig að þetta er bara smá reset næstu, eða mætti kalla það. Þetta er bara seinasta round aftur. Lind eru bara að gera þetta aftur og þá eru þeir búin að forsa drottningar niður í lélegt economy og þá getur svona boltinn aðeins byrja að rúlla. Ibsen á lörkinu en restin af þeim eitthvað að pæla í að fara B. Kitto fyrir satt með svo gott setup. Þessi Astra-smókur sem að Benino setti niður eiginlega bara að hjálpa drottningum meira ef eitthvað er. Ibsen nær þarna awesome day í lörkinu sinni. Það setur virkilega mikla pressu á Lind að halda að þegar það eru í raun 4 frá drottningum inn á B og Kitto fær bara ekkert til að vinna með út af þessu smóki Agnari og Ace bara white swing runnar hann bara niður og þeir eru komin 4 inn og Ibsen eru á ömurlegum stað. Það er samt eins og Slikkandi viti hann. Slikkandi hefur heyrt í honum með eitthvað. Hann hefur ekki tíma fyrir eitthvað svona. Ibsen er allan á mjög góðum stað. Ace reynir að taka eitthvað pík og Brelli viðbúinn. Brelli virkilega crisp spilari. Hann bara ótrúlega oft að standa sig virkilega vel. Og já, herru. Örinn að pinga einu sinni. Brelli var að reyna að hoppa alltaf að dodja en Rottugangur nefnir í gegn. Benino keyrir þarna inn á með Slikkanda. Slikkandi nær góð úti en dettur í mólið Rottugangur nær og Rottugangur nær síðan Benino. Og þá er það bara GG. 13-4. Hérna sjáum við skorbordi. Það var að drottningar með fyrstu 2 sigrana sína á mótinu. Sá að það var einhver í chatinu sem bað stigatöflu. Já, hún verður uppfærð núna og sem sagt síðan verður hún uppfærð á Discord serverum eins og senast. Við sjáum hérna MVP Rottugangur alveg svona ágætlega by far 324, 96 125 í economy rating, skemmtilegt. Hann var greinilega að gera virkilega góða hluti. Það hefur verið mjög dreift þá því að þú veist, jú, hann átti alveg einhver 3Ks og eitthvað en hann var samt engin svona vorum ekkert að sjá þannig séð svona sem að myndi kalla svona stjörnuspilun eða eitthvað frá honum sem hann var bara eitthvað hlaup inn og klíra sæt single-handedly sko en greinilega bara að gera virkilega góða hluti í vörn. Og Benino MVP hjá Lind þrátt fyrir að vera á Astra skemmtilegt að sjá en já, bara mjög skemmtilegu leikur og vel gert í báðum liðum margir aspektar hjá báðum liðum sem að voru bara ótrúlega fínir
hvetja ég samt eindreið til að horfa á leikina, sjá hvort það geti spottað eitthvað sem mætti fara betur eða verr. Þá getum við séð stigin. Það er óskuplítið búið að breytast frá því senast að við minnir. Það voru einhver leikir, Laxar tóku einhver leiki, svo við sjáum þá eru þau komin í 1 stig af 6 leikjum, alveg komin heilir 6 leikir á þau og það er þá, ég held að það hefur verið gegn Vættum og Skada, ég 100% honest, ég man það ekki alveg. En þetta er staðan eins og hún er núna. Eina sem er búið að breytast í efri deild er þessi leikur sem við vorum að horfa á, Drottningar gegn Lind. Drottningar komið stig, 2 stig í 4 leikjum, töpuðu náttúrulega 2 leikjum gegn Kutum. Lind búið að keppa heila 6 leiki, búin að sjá þá svolítið oft. Því miður ekki búin að vinna leik ennþá. Þessi leikur gekk ekki droslega vel fyrir þá, en ég man að fyrsti leikurinn þeirra gegn Ótta var alveg svona, þú veist, jafnari heldur en að leit út fyrir að vera, þú veist, þeir voru að vinna í fyrri hálfleik og eitthvað svona, og leikinni þeirra gegn Kutum voru klárlega jafnari heldur en stigatablan gaf í skinn. Þannig að Lind er alveg klárlega mikið potential, þurfa að vanta bara eitthvað smá eins upp á. Þannig að þeir með að klárlega bara halda áfram að gera sitt besta á þetta, þú veist, það er sem ég segi, já, það er eitthvað secret touch sem vantar bara og þá held ég að þetta færi alveg að snúast hjá þeim. Drottningar mættu miklu betur í þennan leik heldur en senasta, þannig að sjá meira svoleiðis frá þeim. Og svo þá var þess að leikur Vitka og Kuta, skilst mér, sem að frestaðist. Hlökkur til að sjá hann, og það er mjög líklegt að næsta streymi eða þar næsta streymi verði aftur svona þreföld viðureign eins og senast, þá fáum við svona langt og gott streymi, það verður skemmtilegt. Og já, síðan á einhverju tímapunkti erum við að skoða það að hafa streymi úr millideild. Það verður mjög spennandi. Það verður með öðru í þessi fyrirkomulagi, það eru náttúrulega ótrúlega mörg, eða þú veist, ótrúlega mörg, bara leið að bætist eitt lið við, þá tæknilega séu 6 í milldeild og efri deild. Harka hefur samt eiginlega ekki verið að mæta. Þeir fengu að koma inn í mótið með fyrir sérstökum skilmálum og þeir eru ekki alveg búnir að vera að sýna að þeir ætli svona að mæta þeim, þannig að þetta er eiginlega bara 5 lið efri deild og 6 lið milldeild, og leiðar 1 lið viðbútt þá er þetta ótrúlega marga viðureignir, þannig að milldeildin verður öllum líkindum, við erum alltaf búin að missa af nokkur leikjum þar, þannig að við getum ekki hoppa aftur í tíman og tekið þá upp, en fyrir framtíðina er ákveðin spenningur innan mótstjórnar að taka upp 1 leik úr hverri viðureign í milldeild. Og þá getum við haft sérstætt milldeildastreymi þar sem við fáum svona svolítið að sjá öll liðin. Það getum við farið svona aðeins hraðar yfir þetta og það verður svolítið skemmtilegt. Spurning í chati, hvar skráum maður sig á svona opimót? Þetta var auglýst af Rísi og á tölvuleikjasamfélaginu, Facebook-grúpunni og tölvuleiki spjall fyrir alla Facebook-grúpunni og Valorant samfélagi á Íslandi Facebook-grúpunni. Þar var skráning auglýst og hún átt sér stað, byrja í lok maí og endaði 1. júní. Þannig að það er rauninni bara næsta skráning verður öllum líkindum auglýst á svipaðan hátt, kannski meira á Rísi-miðlum fyrst þetta er orðið official Rísi-mót, og það er ekki alveg ákveðið hvenær næsta season á sér stað, en það virðist henta ágætlega að vera ekki að keppast of mikið við CSGO, þannig að það er mjög líklegt að verður einhvern tímann eftir að úrvalsdeildin í CSGO er búin, eða Vodafone-deildin, þannig að við erum að tala svona einhvern tímann nær jólum. Við sjáum bara hvernig það verður. En já, næsta streymi í efri deild þriðjudaginn,
svo lítið spenntur fyrir að hafa millideildarstreymið föstudaginn þar á eftir, föstudaginn eða laugardaginn, sjáum til, ég er ekki að lofa neinu, en það væri þá 9. eða 10. júlí. Við sjáum bara til, við kynnum það mjög vel, eða við auglýsum það mjög vel á á Discordinu og á Valorant samfélaginu, Facebook-grúpunni. Þannig að fylgjast bara með þar og þá ætti það alveg að fá að heyra því þegar það verður. Og ég kynni það náttúrulega líka í þriðjudagsstreyminu sömu viku og millideildarstreymi á að vera. En þangað til, þá bara þakka ég fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Takk.